Já, það geisar stéttastríð. Vandamálið það að síðastliðin 30-35 ár höfum við látið eins og stéttastríð sé eitthvað sem að tilyrði fyrri hluta 20. aldar og það eigi ekkert erindi inn í nútímann. En þetta alrangt. Þegar að verkalýðshreyfingin og arftakar hinna sósíalísku flokka lögðu niður vopnin, þá hélt yfirstéttin áfram stríðinu og sótti öll völd í samfélaginu, dró til sín allan auð og drottna núna algjörlega yfir í samfélaginu, þannig að það sem að kalla hefði mátt lýðræði fyrir 40-50 árum í dag raunverulegt auðræði. Auðstéttin hefur náð öllum völdum. Og hvernig birtist stríðið í dag? Það birtist til dæmis í því að lífslíkur fátækra Bandaríkjamanna, verkalýðsins í Bandaríkjunum, eru núna minni en var fyrir 40 árum. Þeir sem eru ungir í dag og eru svo óheppnir að vera fastir inn í lágstéttin í Bandaríkjunum geta búist við að lifa skemur en foreldrar sínir. Þannig birtist stéttastríðið. Það stríð gegn hinum fátæku og hinum fátæku hafa enga málsvara lengur vegna þess að verkalýðshreyfingin og arftakar hinna sósíalísku flokka hafi kosið að verja ekki lágstéttina, heldur hafa þeir kosið að sækja miðjunni, taka upp vinsæl mál millistéttarinnar og heyja sína baráttu þar sem að þeir getu unnið þá sigra sem að hástéttin til í að skaffa þeim.